ferðamálastjóri, góðir ráðstefnugestir. Ég tók að mér að segja hérna nokkur orð Reykjaveginn og þekkja nú mest af því að hafa gengið hann mörg ár, aftur og aftur. En það líka ánægjulegt að hann skuli vera kominn inn á blað í þessu verkefni því að hann var orðinn svolítið gleymdur eftir góða byrjun hér fyrir meira en 20 árum síðan. Ég ætla nú að byrja á því að fara aðeins í þá sögu, en það var árið 1993 sem að Ari Trausti Guðmundsson kom á framfæri hugmyndum við að ég held ferðamálanefnd Reykjavíkur eins og hún hét þá. Og þakka ég fyrir það, Ari Trausti. En það má nú segja að Ari Trausti sé svona hálfgerður guðfaðir Reykjavíkurins, því að hann svona má segja byrjunin sé þarna. Í framhaldi af þessu var stofnuð framkvæmdanefnd með aðkomu ferðamálasamtaka á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og einnig komu að þessu verkefni Útivist og ferðafélag Íslands. Kannski aðeins að fara tilbaka. Þetta nú bara kort sem var gert á þessum árum fyrir 20 árum síðan og þetta ljósmynd af því og við sjáum nú hérna Reykjaveginn hvernig að líðast eftir Reykjanesskaganum án svo ég ætli að fara í neinar leiðarlýsingar í þessu tilviki. En við getum séð hérna, þetta sem sagt bláa línan á kortinu og þetta eins og hann var settur upp í upphafi eftir skipulagsvinnu sveitarfélaganna og hvernig hann hefur komið inn á sum kort, en alls ekki öll, að þá búið að breyta legu hans dálítið en þó ekki stórvægilega. En ég ætla ekki að fara nánar í þetta, en sem sagt að Reykjavegurinn liggur á milli Reykjanesvita og Þingvalla. Þetta var hugsað í upphafi sem 8 daglegar á milli húsa, með gistiaðstöðu og það var farið af stað með krafti. Hér hópur á vegum ferðafélagana, sennilega sameiginleg ferð. Þetta fyrstu ferðunum Reykjaveginn. Það voru farnar margar fjölmennaferðir Reykjaveginn þarna á fyrstu árunum á vegum ferðafélagana. Og enn í dag þó nokkur ferð Reykjaveginn á þess að ég viti, ég hafi eiginlega nokkra hugmynd hvað mikil umferð, en það enginn sem heldur utan það. En svona miðað við hvernig gatan lítur út víða, að þá þetta töluvert farið enn í dag. Og því ánægjulegt að þetta sé komið inn í þetta verkefni. Og það má kannski benda á það að Páll var að tala hér áðan hvað Laugavegurinn væri opinn stuttan tíma yfir sumarið vegna þess að hann uppi á hálendinu. Hérna leið sem að nánast við sjávarmál og mjög gott aðgengi að honum allt árið. En eins og ég sagði, það var hugsað stórt á þessum árum. Leiðin var stikuð árið 1996 að Hengli, eða milli Hengils og Reykjanes. Það voru komnar stikuðar leiðir á Hengilssvæðinu og yfir á Nesjavelli. Það voru byggð 3 hús, 2 þeirra voru sett upp Reykjaveginn, annað við Þorbjörn, vestan við Þorbjörn, við Grindavík og einnig við Djúpavatn, á Lækjarvöllum við Djúpavatn. 3. húsið var smíðað en það var aldrei sett upp. Það var kannski einhver skipulags árekstrar sem ollu því, að ég viti það nákvæmlega. En
Reykjavegurinn mjög skemmtileg og góð gönguleið, hefur upp á flesta að bjóða sem að góðar gönguleiðir þurfa að gera. Það eins og þarna stendur, það flekaskil á milli Ameríku og Evrópuflekans. Það eldstöðvar og gígar og hrauntraðir, hellar. Það farið jarðhitasvæði, gróðurvinjar og það nú fleiri en margir halda á Reykjanesinu. Það mosi í hrauninu sem mjög skemmtilegur. Það stöðuvatn, þó að það sé ekki mikið vatn sumstaðar á Reykjanesi og það menningarminjar. Þarna mynd úr hrauntröð, þessi mynd tekin við Höfða, þarna austan við Grindavík eða dálítið austar, við sjáum kollinn á Sandfelli mun satt vera. En það eins og ég sagði, að datt botninn úr framkvæmdum við Reykjaveginn, jafn skyndilega og þeir byrjuðu. Ástæðan fyrir því veit ég svo sem ekkert í smáatriðum, en ég held að mann þótti þetta bara orðið á dýrt. Sveitarfélögin sem stóðu að þessu skrúfuðu fyrir fjármagn, fannst nóg komið. Það var ágætur framkvæmdastjóri fyrir þessari framkvæmdanefnd, Pétur Rafnsson, og hann var í fullu starfi við þetta ég skal ekki segja hvað lengi, nokkur ár. En Reykjavegurinn í dag, má segja, svona svipað og þegar það var byrjað fyrir 22 árum, að það vantar flest, nema það það voru stikur sem nú að miklu leyti fallnar og það komin slóð víða þar sem ekki var slóð fyrir. En Reykjavegurinn kemur inn á gamlar leiðir á Reykjanesi á nokkrum stöðum, farið eftir gömlum götum. Má nefna Prestastíg, það gömul leið í sunnan Fíflavallafjalls niður á Vatnsleysuströnd sem heita Þór, skiptir ekki máli. Það komið inn á Selvogsgötuna, Dýraveg og fleiri leiðir sem Reykjavegurinn fer að hluta til En ef það á að koma Reykjaveginum í ganga aftur þarf að gera ýmislegt. Það vantar skála, sumstaðar, sumstaðar hús sem hugsanlega væri hægt að nota þó að það hafi aldrei reynt á það og hægt að hafa aðgang að. En það vantar þarna skála, það vantar snyrtiaðstöðu auðvitað. Vatn víða af skornum skammti eða erfitt að ná í vatn, það þarf að hugsa það sérstaklega. Þó að þessi sumstaðar, þó að séu stöðuvötn nokkur á skaganum, þá 1-4 allavega, að þá sumstaðar erfitt með vatn. Það þarf að gera þetta kannski nýtt kort. Þetta kort sem ég sýndi þarna í upphafi var sett á kynningabækling sem Ari Trausti vann á þessum tíma og ég veit að hann á í handriti duglítið hefti með meiri upplýsingum og nánari svæðið en það var aldrei prentað, sennilega vegna fjárskorts. Upplýsingaskilti jarðfræði og gróðurfar, dýralíf, menningar og svo náttúrulega þarf rekstraraðila fyrir apparatið. Og það kannski, þegar það var farið af stað með þetta fyrir 22 árum þá náttúrulega voru dálítið aðra aðstæður en í dag. Í dag kemur hér í stórum hópum erlendir ferðamenn sem mjög margir koma til þess eða vegna íslenskra náttúru. Og
Þannig að það kann að vera betri rekstrargrundvöllur fyrir þessari leið og það svo sem engin spurning það held ég miðað við aðstæður í dag. Það bara spurning hvað stofnkostnaður við þetta væri og hvað það væri lengi að borga sig upp. En það margt að skoða og margt merkilegt á þessari leið. Nefninu þarna það náttúrulega Atlantshafshryggurinn. Það Bláa lónið, það Eldfjallagarður í umræðu, ég veit svo sem ekki hvað staðan menn hafa rætt það. Það fer í Mýrarfittasvæði, það Reykjanesfólkvangur og ef farið allavega á Þingvelli þá þar þjóðgarður á heimsminjaskrá. Þannig að þetta nú mikið sem að þessi leið hefur upp á að bjóða. Ég veit ekki, ég ætla ekki að fara inn eina leiðlýsingar en eins og þetta var sett upp í upphafi þá lítu dagleiðina svona út. Fyrsta dagleið Reykjavík-Þorbjörn, cirka 20 kilometrar. Næsta dagleið Þorbjörn-Leirdalur, cirka 15. Leirdalur-Djúpavatn, cirka 15. Djúpavatn-Kaldársel, cirka 22. Fimmta dagleið Kaldársel-Bláfjöll, 16 kilometrar. Bláfjöll-Hamragil 20 og Hamragil-Nesjavellir 15 og síðan seinasta dagleiðin á Þingvelli cirka 15 kilometra líka. En það nú enn eftir að, eins og ég nefndi, þá aðalskipulag sveitarfélaganna ekki allstað búið að koma þessari leið inn á skipulag hjá sér og meðal annars Bláskógabyggð með Þingvallavatni. Þannig að það svo sem eftir að vinna þar verk líka. En ég held að tími minn sé búinn, þannig að ég ætla bara að þakka fyrir þessa vinnu sem að hér, þetta verkefni sem hefur verið kynnt hér. Þetta þarft verkefni og kemur hreyfingu á umræðuna þessi mál sem að mjög þarft. Og ég þakka fyrir.